Where's the drums? You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. Sko, þá allt í einu kom einhver labbandi gömul kona inn og fór bara eitthvað skamma og utta og eitthvað og síðan fór hún bara allt í einu að dansa og þá bara lögðust allir til hennar og fóru að dansa. Mér fannst það bara mjög skemmtilegt. Það voru alveg slatta fólki þarna. Stærsta mótið sem hingað til sem ég hef farið á. Það var svona 1600 að keppendum. Hverju skilar svona landsmót fyrir sveitafélagið? Svona landsmót skilar náttúrulega heilmiklu fyrir sveitafélagið. Þó að kannski kom ekki beint inn í kassa sveitasjóðs, að þá er þetta náttúrulega gríðarleg innspýting fyrir alla verslun og þjónustu hérna á svæðinu. Við erum að fá, áætlað að sé hérna 10.000 manns á svæðinu, þannig að það segir sig sjálft að það er dágóð viðbót við þann fjölda sem fyrir er. Þannig að það er klárt að það skilar miklu. Svo er þetta náttúrulega afskaplega góð og jákvæð auglýsing fyrir sveitafélagið að geta haldið svona mót og svæðið glæsilegt og aðstæðan öll til fyrirmyndar. Þannig að maður heyrir ekki annað en að þátttakendur og gestir mótsins séu afskaplega ánægðir með þetta og fara með það af mótinu. Þannig að ég held að það sé ekki til betri auglýsing fyrir sveitafélagið Skagafjörð heldur en svona mót og svona samkomur. Finnur það á íbúunum, eru þeir ánægðir með þetta? Ég held að íbúarnir myndu vilja halda svona mót hverju ári, sko. Þetta er náttúrulega óboðslega gaman og skemmtilegt fyrir okkur sem búa hérna að fá svona viðburð inn í samfélagið og brýtur upp og svona göfgar þetta allt saman hér og gerir skemmtilegra. Þannig að þetta ég hef ekki heyrt einn einasta mann sem er með einhverja gagnrýnisraddir heldur þvert á móti, menn eru himinlifandi og finnst þetta bara ofsalega skemmtilegt sem það er. Þannig að fyrirkomulagið og umgjörðin er að hjálpa til í þessu? Alveg klárlega og við sjáum það bara og maður finnur það á bílumferðinni miðað við þann mikla fjölda bíla sem er hérna á svæðinu og það fólksfjölda að umferðin hérna í bænum er sko ekkert í líkingu við þann fjölda sem ætti að vera öllu jafna. Þannig að það klárlega hjálpar til að tjaldstæði og mótsvæði séu svona samliggjandi. En það sér maður það bara hér að maður horfir í brekkuna þann straum fólk sem er hérna upp og niður, þannig að fólk er greinilega að labba, sem er frábært. Núna skaltu bara halda í strenginn, upp með hendina, upp með hana og toga alveg sem getur aftur. Toga alveg þar og sleppa. Flott! Hvernig var þetta? Gaman. Hefurðu prófað svona áður? Nei. Jú, ég prófaði í gær. Og ertu komin aftur? Já. Ætlarðu að keppa það bara næst? Nei. Já. Þetta fór næstum í mark. Já.
Og veistu hvað þú fær mörg stig fyrir að hitta í rauða? Nei. Eigum við að spyrja? Já. Hvað fær maður mörg stig fyrir það? Þetta er 8. Hvað er mest hægt að fá? Það er 10. Já, sérðu. Það gekk vel. Já. Hvernig er áhugi fyrir bókfimi? Herru, hann er bara mjög mikill og hefur verið vaxandi bara mjög mikill síðustu 2 ár, bara á landsvísu. Hver heldur að það sé að þakka? Það er bara almennum áhuga og svo náttúrulega komið svo margir staðir all land þar sem þetta er að fá að prófa og stunda bókfimi. Mér minnir séu í 10-12 félög bara all land sem er að bjóða upp á bókfimi og svo er fyrirtæki í Reykjavík og Akureyri sem heitir Bókfimisetri sem er að leyfa fólki bara koma utan á götunni og prófa. Hefur verið keppt í bókfimi á unglingalandsmóti? Nei, ekki áður. Það var fyrsta skipti núna föstudaginn var sem það var. Og hvað varstu með marga keppandi? Herru, frá okkur hérna MSS þá komu 7 en í heildina voru þetta 15 keppendur. En skráðir voru 23. Og mér skilst þetta sé bara mest í fjöldi af krökkum sem hefur skráð sig í mót bara í einu lagi, eins og er. Þannig að þetta lofar góðu? Já, mjög svo og maður er bara mjög vongóður upp á framhaldið. Different types who wear the day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits, putting on the Ritz. Nú erum við komin á Hlíðarendavöll á Sauðárkróki og þið eru að keppa hérna á unglingalandsmótinu. Hvernig hefur gengið? Ekki rosalega vel en seinasta hólan gekk allavega betur en það er á undan. Er of mikill vindur eða hvað er að? Ég bara veit ekki, kannski er það bara, ég hef aldrei spilað hann á völl áður. Þannig að kannski er það bara það. Hvernig líst þér á hann samt? Hann er mjög flottur. Keppur í einhverju fleiru heldur en golfi? Nei, ég er bara í golfi. Og þú kemur frá Seyðisfirði. Hvernig gengur að æfa golf á Seyðisfirði? Bara mjög vel. Ég er eiginlega eini krakkinn sem er að æfa þar. En það er mjög gaman að spila þar. Ertu þá kannski með enga þjálfara? Nei, en það er engin þjálfari þar. En hvernig er þér búið að ganga? Bara ágætlega með á mótum. Ég er ofta svo spenntur yfir að slá hryllilega, þannig að mér finnst þetta var mjög gott hjá þér. En ertu að ná einhverju holu í höggi? Nei, ekki núna allavega. Hefur það einhvern tímann gerst? Nei, ekkert þannig séð. En keppur í fleiri greinum hérna á? Já, frjálsum íþróttum. Hvaða grein er best hjá þér? Örugglega spretthlaupi eða eitthvað, já, örugglega. Þú kemur frá Sauðárkróki, þú þekkir þá þennan völl vel, er það ekki? Jú, mjög vel. Og hvernig hefur þér gengið? Bara ágætlega. Ekkert mjög vel, en samt allt í lagi. Hefur þú farið holu í höggi? Nei, en ég hef verið mjög oft nálægt í. Á kannski að reyna að massa það núna? Já, það ekki. En hvernig líst þér á unglingalandsmóti? Bara vel. Er þetta eitthvað sem þú ert búin að bíða eftir lengi? Nei, bara, nei. Það bara kemur þegar það kemur? Já. Nú er líka að tefja ykkur lengur, þið er að fara á hvaða hóli er það að fara núna? Við erum að spila 50 hólinn okkar og það byrjum á 7. hólan? Hver er galdurinn á bak við það að ná upp öflugu barnastarfi? Það er náttúrulega fyrst og fremst samheldinn hópur kennara og þjálfara og foreldra. Það er númer 1, 2 og 3. Ertu að sjá það starf skila sér hér á unglingalandsmótinu? Já, ég verð að segja fyrir okkur að við erum að sjá okkar krakka sem hafa verið virk í þjálfun hérna á vellinum. Þau eru að standa sig vel á allan hátt. Hún tekið eftir því að það er bara svona 1/3 af þeim sem eru hérna eru börnin og hitt eru foreldrarnir. Er þetta ekki ánægilegt?
Við viljum hafa völlinn fullan og alltaf gaman að hafa fólk að fylgjast með og núna sjáum við að það eru foreldrar og klubbmeðlimir líka sem eru út á velli að fylgjast með og aðstoða ef þarf. Það er bara mjög jákvætt. Ertu ánægð með ásóknina í golfið hér á landsmótinu? Við hefðum getað tekið fleiri en þetta er bara mjög góður hópur sem er komin hérna. Jú, ég er bara ánægður með þetta er bara fínt. Völlurinn er búinn að fullur í allan dag og síðan klukkan 3 í gær og það er bara það sem við vildum. Ó, hve gott á lítilinn leika frjálsum hlíð og dag líða áfram létt sem hinn líta alltaf nýja mynd hvísla ljóðað grænni grein Hvernig hefur þáttakan verið í hestaíþróttunum núna? Hún er búin að vera bara nokkuð góð, þetta er búið að ganga vel. Við erum með mestu skráningar í hestaíþróttum á unglingalandsmóti sem er afir þessum unglingalandsmótum. Við erum með 60 skráningar. Það var næst mest að ég hitti fyrir á Selfossi, voru 40 skráningar í hestaíþróttum. Er það ekki við hæfi hérna í mekka hestamennskunnar? Já, það er oft talað að Skagafjörður er mekka hestamennskunnar en það er orðið víða mikið uppbygging á krökkum og unglingum en bara gaman að þessu, bara góðu veðri og gaman að því að það er góð þáttaka. Hvernig er til dæmis kynjaskiptingin í þessari íþrótt? Það hittir nú þannig á að allavega hér í dag, það er ekki hægt að segja annað en að kvenþjóðin sé miklu meiri hluta. Þeir eru frekar fáir strákarnir sem eru með en trúlega koma þeir sterkir inn einhvern tíðan síðar. Stelpurnar standa sem mjög vel hér í keppni í dag. Það eru allar hér í efstu sætum allavega. Nú er spretturinn eftir, við þurfum að fá að fylgjast með honum. Er þar líka stelpur fleiri að taka þátt en strákar? Ég er svo sem ekki alveg búinn að renna alveg yfir áslistan en ég hef hvort það séu bara stelpur. Ég hef aðeins grun það. Er þetta uppáhaldsgreinin hjá mörgum? Þetta er náttúrulega, hestamennska er náttúrulega alltaf skemmtileg. En náttúrulega fyrir þeir sem eru með góðan hesta þá er þetta náttúrulega bara gaman. Alltaf gaman að vera á góðum hesti. En spretturinn þá er það tímataka, er ekki? Spretturinn er náttúrulega bara keppni við tíman og þar er engri dómarar til þess að dæma nema þú sést bara á rangri gandtegund og alltaf bara gaman að ríða á góðu skeiðhesti. Sem aldrei bregst en Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína 100 strengi slær. Já, ef ég mætti lifa eins og lindin silfurtær sem lög á sína 100 strengi slær. Og síðan fór ég í hástökk og lenti í 3. sæti. Og síðan fór ég líka í báðarhlaup og við lentum þá í 1. sæti.
það alltaf frábært að vinna eitthvað sko, en samt líka ef ég hefði ekki unnið neitt, þá væri þetta bara mjög skemmtilegt mót. Hér í gamla barnaskólanum á Sauðárkróki fer fram kynning á júdó. Við ætlum að kíkja inn og sjá hvernig hún gengur fyrir sig. Ertu að prófa þetta í fyrsta sinn? Já. Hefur aldrei farið í júdó áður? Já, ég hef aldrei farið í júdó áður. Ok, leyfðu mér að sjá hvernig þú gerir þetta. Hvað er það sem hann á að gera? Hann á að taka fastatak sem heitir Hong Kesekatame og ég var bara að kenna það, þannig ég þarf sannlega aðstoða hann, en hann á sérst að þetta sérst fastatak og hann getur haldið andstæðingur niðri í gólfinu. Ef hann heldur hann nógu lengi þá er hann búinn að vinna. Þannig að nú er ég bara rétt að kenna þeim að hvernig þeir eiga að bera sig að við að ná þessu fastataki. Krjúptu bara hérna niður með hægri og hafðu hnéð bara alveg upp á síðinu á honum. Tekur hérna og það getur gott að taka hérna, fara hérna alveg hringinn og ná hérna undir, góðu taki. Þessi hendi kemur svo hérna yfir. Leið og skýtur hægri löppinni alveg fram. Já. Liggur hérna aðeins hærra á hana, svona. Olnboginn hérna niður, heldur hérna. Og nú pressar alveg niður, ok? Prófaðu nú að losa þig og þú heldur fast. Ok? Prófaðu að losa þig, prófaðu að hreyfa þig, losa þig. Já, maður bara... Prófaðu með það og þú heldur fast. Maður bara skrústykki. Já. Ok, já, það tókst. En hvernig var þetta? Varst alveg fastur? Já, ég var mjög fastur. Ég held að þetta myndi ganga mjög vel í keppni. Ertu til í að fara að æfa? Já, kannski í vetur. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Nú varst að prófa tennis í fyrsta sinn eða hvað? Já, eiginlega. Og hvernig finnst þér þessi íþrótt? Bara spennandi eiginlega, bara svona spennandi að prófa nýjar íþróttir. Í hvaða íþrótt ertu helst? Í fótbolta og frjálsum líka með. Hvernig er tennisinn öðruvísi? Ég veit það ekki alveg, það er svona meira bara að hugsa náttúrulega spaðan og svona, það með auka hluti með sér er svona þannig. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að halda áfram að prófa? Já, það getur verið gaman kannski að prófa að mæta á æfingu eða eitthvað svona í tennis, það er bara gaman að prófa eitthvað nýtt. Nú er þetta bara hérna inn í miðju íbúðahverfi á Króknum og þú getur alltaf skotist, er það ekki? Jú. Fengi einhverja vinkonur með þér eða vini? Já. Er einhver önnur grein sem þú hefur verið að prófa, sem þú hefur aldrei prófað áður? Ekki núna á landsmótinu sko, en já, alltaf gaman að prófa nýjar íþróttir samt. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. It looks alright in the pictures. Við erum komin hér í Parkour-garðinn sem er alveg ný grein á unglingalandsmóti, enn ein. Þetta var reyndar á unglingalandsmóti í Borgarnesi fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að þá vorum við líka með parkour þar, þannig að þetta er í annað sinn sem við komum. Heppnir? Hvernig gengur þetta núna? Herru, þetta gengur bara ágætlega. Við erum búin að vera hérna reynda að byrja klukkan 11, áttum að byrja 3. Þannig að við erum búin að vera hérna í alveg góðan part dagsins. En þetta er bara góður hópur og búin að vera. Hvað er parkour? Komdu með það núna. Herðu, íslenska auðveldasta leiðin til útskýrt á íslensku. Þetta væri götufimleikar. Þetta er keimlíkt fimleikum en með sína eigin svona kæki sem að eru bara fyrir okkur eða þú veist bara innan okkar íþróttar. Hvaðan er þetta upprunnið? Þetta er frá borg sem heitir Lys í Frakklandi og er upprunnið síðan, já þetta byrjaði 1987 þegar þeir byrjuðu þar í Amakasi-hópurinn. Er þetta svona sem að hægt væri að skilgreina sem jaðaríþrótt eða? Þetta er eins nálægt hefðbundnum íþróttum og jaðaríþrótt getur verið, en já, þetta er jaðaríþrótt. Hún er ennþá flokkað sem jaðaríþrótt. Og hvernig nær maður krökkum til þess að vilja koma í þetta? Það í rauninni þarf mjög lítið. Þú þarft bara að leyfa þeim að leika sér. Það er eiginlega bara eina. Hreyfing er þeim náttúruborin og því meira af því sem að maður kynni þeim fyrir hreyfingunni að því auðveldara verður þau alveg læsast niður sko. Hvernig varst þú húgt á þetta?
Herðu, ég sá bíómynd 2001 sem héti Yamakasi og ákvað að skoða þetta aðeins betur og ég hef verið fastur í þessari íþrótt síðan. Á kvöldvökunni í stóra tjaldinu, mér fannst það bara mjög skemmtilegt. Það voru alveg slatta fólki þarna. Aldrei næði, engin í ró, æða svæðið. Aldrei næði, engin í ró, æða svæðið. Keppni, leikur, kæti, starf og stref. Það stefna allir á að vera með. Á kvöldin verður keleríið mest. Kannski besta sem ekki sést. Og allir saman landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Í sumri og sól, á Sauðárkróki Víkundastól. Aldrei næði, engin í ró, æða svæðið. Aldrei næði, engin í ró, æða svæðið. Keppni, leikur, kæti, starf og stref. Það stefna allir á að vera með. Og allir saman landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Í sumri og sól, á Sauðárkróki Víkundastól. Landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Landsmót, nú líður mér vel. Lengi hef ég beðið þín. Í sumri og sól, á Sauðárkróki Víkundastól. Á næsta ári þá verður unglingalandsmótið á Akureyri og ég hlakka bara mjög mikið til því það verður bara á heimavellinum mínum. Og þá er ég bara að spá í að keppa í sömu greinum.